Í fyrirlestrinum mínum þá mun ég ræða loftslagsbreytingar. Ég mun ræða það sem vitað loftslagsbreytingar, bæði fortíð og það sem núna eiga sér stað. Fara lítillega yfir helstu niðurstöður skýrslu IPCC sem kom út árið 2007 og síðan hvað hefur breyst síðan skýrslan kom út, hvað voru veikupunktarnir í henni og hvað menn hafa reynt síðan að átta sig á betur. Og tengja þetta aðeins þeim umræðum sem umræðum takmarkað losunarkvóta sem hafa átt sér stað, eins og kannski hlustendur reka minni til, það var ráðstefna haldin í Kaupmannahöfn sem var rætt takmörkun á losun gróðurhúsalofttegunda og aðeins svona hvert það ferli stefnir svona í samhengi við hvað hefur verið að gerast á síðustu áratug. Og síðan af því að þetta er búið að vera mikið umræðinu, þá ætla ég aðeins að ræða líka ýmsa svona deilumál sem hafa komið upp nýlega loftslagsbreytingar, sérstaklega þessa skýrslu sem ég byrjaði að minnast á í IPCC 2007. En nokkur atriði þessar skýrslu hafa verið mjög gagnrýnd og aðeins ræða þau hvað atriði það er og hvað er rétt í þessari gagnrýni og hvað er ekki rétt í henni. Og í heildina ættum við þá að fá að sjá hvert stefnir í þessum málum, allavega hvað loftslagsbreytingar varðar.